Svo erum við með frábæran kór sem að Matti Sax með sem að verður hérna eftir. Við ætlum bara að taka hérna 3 lög, svona húsbandið eins og við kallum það, lofgjörða teimið eða hvað við viljum kalla þetta. Og við ætlum að taka bara hresslög. Þannig að það er eiginlega bara rosalega atriði að við fáum ykkur til að vera með aðeins. Það má klappa og rópa og dansa og hérna taka smá svona hérna svertingasystem hlaupa hérna eins og svona. Það er í fínu lagi. Ég veit að Halldór er að tala í dag. Halldór, þú ert búinn að vera svolítið í Ameríku. Mér finnst að þú er að vera sá sem er að brjóta þennan ís og hlaupa hérna smá svona. Þú veist þetta hérna, system? Ekki, ja? En það er gaman að gleðjast í húsi Guðs. Og ég er gríðarlega þakkláttur fyrir að fá að gleðjast í húsi Guðs. Oft getur vikan verið erfið og það geta verið hluti sem maður að takast á við og þá koma hluti gegn mann og annars líkt. En það er svo mikið svona, hvað maður að segja, nullun þegar maður kemur á samkomu og maður fær að lyfta nafni Drottins. Maður getur verið með allar heimsins áhyggjur og leiðum maður finnur þessa nærveru og maður finnur þennan kærleik sem maður kemur þegar maður finnur þetta faðmlag Drottins. Ég vildi kynni fleiri lýsingarorð til að lýsa þessu sem ég er að reyna að lýsa hérna. Ég veit ekki hvað það er, en það er einhvern veginn þegar að maður upplifir að nærvera Guðs kemur og fangar mann. Þetta var gott orð, fangar mann. Þetta er svona faðmlag og togar mann í einu orði. Fangar mann. Þá er eins og að allir hlekkir og allt brotni og allar áhyggjur hverfa. Og maður fær að vera eins og kallað í núinu. Þetta var vinsælt orð núna að vera í núvitund. Þá var maður algjörlega í núinu bara að lofa Drottinn og maður fær að upplifa hvað hann er stór og sterkur og kærleiksríkur. Má heyra með? Er þetta ekki bara fín lýsing á Guði? Svona, þú veist, ég veit að hún er miklu stærri. En þetta er sá Guð sem við ætlum að lofa í dag. Ef að standa aðeins á fætur og bara aðeins að biðja, það er svo mikilvægt. Ég veit að við erum með alveg hrikalega hæfileikaríkt tónlistafólk hérna, en það sem að gerir hlutina sérstaka og hefur gert á sérstaka í Smárikirkju gegnum tíðina er það að Drottinn mætir og með nærveru sína og hérna, gaman að sjá þig Tóti. Ég tók ekki eftir á síðustu samkomum, ég var sagt á bara velkomin og kona þín sem ég veit ekki hvað heitir. Hérna, já, þetta eru gleraugun hennar Sibbu. Við erum að díla við að það er svo mikið kærleikur í kirkjuna og einni samkomu fyrir 3 mánuði síðan vantaði Sibbu gleraugu og það var líklega 15 manns komið og sett gleraugu í púkið hérna. Af öllum styrkleikum og stærðum og gerðum. Þannig ef ykkur vantar eitthvað og þið sjá ekki eitthvað þá er hérna, það er þetta að redda þessu. Þetta er rosalegt. Þú veist, ég misti bara þráðinn. Já, biðjum saman. Biðjum saman, það er svo mikilvægt að Drottinn komi með sína nærveru inn í tónlistina þegar að Halldór talar og inn í hjörtu okkar þegar við bæði erum í lofgjörð og tökum á móti orðinu. Það er það sem skiptir öllu máli. Og þess vegna erum við þetta. Þetta eru fallegi tónar en það er Drottinn sem skiptir máli. Má ég heyra með? Heilagur Drottinn, Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman og lyfta upp þínu heilaga helga nafni. Við erum þakklátt, Drottinn, að vera í þessu forréttinda hóp að fá að lyfta upp þínu nafni, Drottinn. Við elskum þig, Drottinn, og við gleðjumst yfir því sem þú hefur gert fyrir okkur og ert að fara að gera fyrir okkur. Við vitum, Drottinn, að það eru dalir oft, en það eru líka miklu sigrar, Drottinn, í Jesú nafni. Og við tökum á móti því í Jesú nafni sigri inn í sérhverja kringustæður sem að koma gegn okkur í Jesú nafni. Við tökum á móti þeim sigri með því að segja saman Amen. Halleluja. Herðu þið munið, það má klappa. Og dansa og allt hitt. Halldór, þú manst. Þú veist, dansa.
Halleluja. Svakalega flottu Guð sem við tilhörum. Má ég heyra með? Andri, getur þú kíkt á mækinn hans Rabba? Hann hjálpaði mér í næsta lagi. Ég heyri ekkert í honum. Halleluja, Jesús. Drottinn, hann getur gripið inn í hvaða kringumstæðu sem Má ég heyra með? Og ég veit að það svo margir, lífið einhvern veginn bara þannig að það fullt af kringumstæðum. Það einhvern veginn þannig. Allavega líf mitt þannig. Og fjölskyldur minnar, þannig að leiðandi. Þau verða kannski pínu þreytt á því stundum. En það þannig, lífið kemur með alls konar. Og Drottinn, hann þess megnugur að snúa þeim kringumstæður við. Og það oftar en ekki þegar að það mjög auðvelt að fara, hvað maður að segja, undir kringumstæðurnar. Það mjög auðvelt að fara og láta kringumstæðurnar knosa sig, brjóta sig. Og ég á marga svoleiðis staði í mínu lífi og ég veit að þið eigið það líka. Það eru kringumstæður það sem að þú heldur, þú getur ekki meir. Þú getur ekki meir. Þú veist, þetta vonlaust, fjárhagurinn farinn, þú veist, það riðar allt til falls. Þú sérð ekki út augun á því sem að gerast fyrir fram að þig og þú ert í miðjun á storminum og það akkurat þá sem svo mikilvægt að lyfta upp nafni Guðs. Halleluja. Því að það hann, auðvitað þú hluta af því, þú voru að taka skrefin, þú voru að leyfa Guði að taka skrefin. Þú ert ekki bara að standa kýr, þú ert líka að taka skrefin. En hann kemur og gefur þig leiðina, hann gefur þig kraftin, hann opnar leiðina. Ég og kona mín eigum bæn sem við notum oft sem einhvern veginn svona: Drottinn, opnaðu dyr og lokaðu dyrum. Opnaðu þær dyr sem vert og gott að ganga innum og lokaðu þeim sem leið okkur á vitlausa staði. Og þess vegna segi ég hér í dag, Drottinn, við ætlum að syngja lag sem heitir Turn It Around. Ég bið þess fyrir mig, ég bið þess fyrir ykkur, ég bið þess fyrir þessa kirkju, ég bið þess fyrir Ísland, ég bið þess fyrir alla þá sem að hlusta og munu hlusta í framtíðin á þessa samkomu. Drottinn, bara snúðu hlutunum við. Snúðu hlutunum við. Opnaðu flóðgáttir himins og láttu útheltu andaðinum og útheltu blessuninni yfir okkur, Drottinn, og viskuðinni, Drottinn, bara virkilega, Drottinn, því að það ekkert sem þér megn. Það ekkert, Drottinn, sem þú getur ekki leyst, Drottinn, og við trúum því og við segjum já við því og við segjum amen við því, Drottinn, og við syngjum það hér núna, Drottinn. Turn it around. Opnaðu flóðgáttir himins, halleluja, í Jesú nafni. Turn it around, open the windows of heaven and pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven and pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Woo. Let it rain. Shall we have
blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain. You turn my mourning to dance, and you turn my sorrow to joy. You turn my whole life around, and I thank you, and I thank you. Halleluja, þessi texti hérna, nákvæmlega þessi kafli. Þú snúið sorg minni inn í dans, halleluja. Það er dansi sem ég var að tala við Halldór á, halleluja. Þú snúið sorg minni í gleði, halleluja. Og þú gjörsamlega viðsnúið lífi minni, algjörlega, má ég heyra með? Hver þekki þetta ekki? Á hann ekki kannski skilið bara smá takk? So I thank you, Lord, so I thank you, halleluja. Og það hægt að gleðjast yfir því, það er fínt og það er gott að hafa smá gleði í húsi Guðs, má ég heyra með? My morning to dance and you turn my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you, and I thank you. You have turned my morning to dance, and you turn my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you, and I thank you. So turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Halleluja. Fylgur Guð sem við þjónum, halleluja. Takk Jesus. Ég bara reynilega elska að lofa Guði í þessu húsi Guðs. Má ég heyra með? Ég elska að lofa Guð með ykkur. Gaman að sjá hvað eru mörg hérna, halleluja. Gaman að sjá okkur inn í kvöld. Kórinn, Matti ætlar að taka við. En endilega farið að koma ykkur upp. Halleluja. Ég sminklaði mér aðeins inn í kórinn. Svona bakka til. Halleluja. Þannig að Matti, hann tekur við og við skulum lofa Guð saman með kórnum og virkilega njóta þess að eiga stund saman hér í dag. Má ég heyra með? Og eftir svona rosalega keyrslu held ég að við verðum nú að byrja bara á svolítið rólegu nótum og svona vinna okkur upp við það aftur. Við ætlum að taka nokkur íslensk hérna í röð og endilega verið duglega að taka undir með okkur. Og við langar að minna á að næsta laugardagskvöld þá ætlum við að vera með rockmessu hérna aftur. Við gerðum svona tilraun í síðasta vor sem að tókst alveg rosalega vel, þannig að við bara höldum ótrúð áfram og ætlum að reyna að hafa þetta svona reglulega. Þannig endilega takk ég frá næsta kvöld, það verður alveg geggjustund. Oh,
Jesús bjargar mér. Ég örugg, elsku frelsari, ég í höndum þér. Óvissa og einsemd, áhyggjur og neyð, kunningjar sem hverfa og hvergi opin leið. En veist að þú átt vininn Jesú sem að veit öll þín sár. Og ef hjarta þitt þjakað, hann þerrar sérhvern dag. Og því stöðugt ég fæ staðist og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesús ég fæ staðist, því Jesús
stungið hafa mig. Kom, frelsa mig. Sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la. Kom, frelsa mig. Ég bið, kom, frelsa mig. Ég bið, kom, fylg þú mér. Ég bið, kom, ó, ég bið. Þar sem upp að hafinn hann, helga trú að lokum fann. Kom, frelsa mig. Trúin ef að lokum vann. Ég bið, kom, frelsa mig. Ég bið, ég bið, ég bið. Eins og skugginn bak við ský, skömmin hásætinu í. Kom, frelsa mig. Ég ávallt lagt mig, leikti verið þér við hlið. Þegar allir fóru frá, fannstu mig þá. Þegar skömm og ský frá, skilur þú mig loksins þá. Kom, frelsa mig. Ninna, takk fyrir. Þá ætlum við að Kalli hérna vill rappa en hann fær ekki að rappa strax. Við vorum ekki búin að æfa rapplag en við erum komið með samt svolítið stuð. Kirkja í krafti og það er það sem við erum. Eitthvað er nú að gerast hér.
Komið svo standið á fætur aðeins, þið kunnið allir þetta lag. Happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Takes my sins away. Oh, happy day. Ooh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. He washed my sins away. Oh, it was the joy of the Lord. Happy day. Happy day. Oh, happy, happy day. Oh, happy day. Halleluja. Hvað að frétta hér í dag? Má ég heyra amen? Takk Jesús. Yndislegu kór. Mögnu stund hinga til og hún mun bara batna skal ég segja ykkur. Vá hvað Guð er góður. Við sungum hérna áðan lofa þú drottin sála mín. Og við vitum hver sagði þetta forðum dag að það var Davíð. Og Davíð var einn af þessum mönnum eins og þið munuð. Þá rataði Davíð í ýmis konar raunir. Hann var alltaf í ykkur í vesinni. Sumir eru bara þannig, þeir eru alltaf í vesinni. Og ég stundum svona, veist, við leiðum mér í ykkur kringumstæður. Þá er svo mikilvægt að gera eins og lagið segir okkur að gera. Það er rosalega hátt í mér upp á palli, má lækka upp á palli. Þá er svo mikilvægt vinir að gera það sem að lagið segir okkur að gera. Það er að við segjum sjálfum okkur, lofa þú drottin sála mín. Og þegar við lofum drottin, ritningin kennir að þegar við vonum á drottin, þegar við erum að lofa drottin, þá erum við að vona á hann. Hvað gerist þegar við vonum á drottin? Hvað gerist þegar við vonum á drottin? Við fáum nýjan kraft. Við svífum upp á vængjum sem örn og við förum að fljúga. Vitið hvernig örnin horfir á erfiða kringumstæður? Vitið hvernig örnin horfir á storm? Hann horfir á storm sem áskorun að fljúga hærra, vinir. Og þegar við mætum kringumstöðin lífsins, þá erum við að líta það sem áskorun að fljúga hærra. Má ég heyra með?
Þannig að mér er alveg sama í hvað kringumstæðum ég er í dag, þú ert í dag, og ég er ekki að gera lítið úr neinum kringumstæðum. Ég er bara að segja, Guð er stærri og þú getur flogið hærra. Má ég heyra amen? Þannig í dag að þá þurfum við að vona á Drottin. Við þurfum að segja við sál okkar, lofaðu Drottin, sála mín. Mér kannski líður ekki þannig, en ég ætla samt að gera það. Út af það er prinsip sem gerir það verkum að við þurfum að fljúga hærra. Og ég veit ekki með ykkur vinir, ég þarf að fljúga hærra. Eru fleiri sem að þurfa að læra að fljúga hærra? Má ég heyra amen? Við ætlum að læra að fljúga hærra. Og Guð er góður og hann er kærleiksríkur og hann er hér. Hann ætlar ekki að senda okkur bara ein út að fljúga eitthvert. Það er kraftur hans sem að lyftir okkur upp. Og hann er hér í dag. Og ef að þú ert hér og þú upplifir sársöku í hjartaðinu eða það er eitthvað óuppgert, þá er lækningasmurning Drottins hér í dag og hann þráir að lækna þig. Hann þráir að lækna mig og hann elskar þig og hann er alltaf, hann er alltaf með þér. Hann skilur þig aldrei eftir og hann ætlar að fljúga með þér. Hærra og hærra og hærra. Má ég heyra amen? Þannig við ætlum að taka mótið því í dag. Má ég biðja ykkur að rísa á fætur enn á ný og má ég biðja ykkur að gera með pínlítinn greiða. Það eru sumir sem finnst óþægilt að lyfta upp höndum, en fyrir mér er þetta tákmynd upp á það. Ég segi, Drottin, ég bara gefst upp fyrir þér. Og það er það besta sem við getum gert í lífinu. Ég veit að uppgjöf hljómar illa, en það er það besta sem að þú getur gert í lífinu, að segja, Drottin, ég bara kýs þig. Ég bara lofa þig. Ég gefst upp fyrir þér, Drottin minn, og ég bið þig að vera þessi vindur undir mínum seglum hér í dag. Og Drottin, ég ætla að lofa þig sem aldrei fyrr. Og ég veit að þú ert trúfastur. Hér eru börnin þín saman komin í þínu nafni. Og þú heyrir bænir okkar og þú svarar þeim, Drottin minn. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni. Ég bið lækningu. Ég bið líf. Ég bið gegnumbrot. Og ég bið líka nýja hugsun. Þannig að við sem ekki föst í sama farinu. Að við fáum að reyna hver er viljið þinn. Hið góða, hið fagra og fullkomna Drottinn minn Jesús. Halleluja. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði amen og amen. Það er sigurkraftur hér í dag. Halleluja. Ætlum við að taka fórn núna? Við ætlum að taka fórn núna. Mín er bara ekkert í sambandi. Það er samskot. Við ætlum að kalla þetta samskot. Og mér langar til þess að hvetja ykkur til þess að gefa. Af hverju? Út af því að Guð þarf á peningum að halda? Nei, hann á allt gulli og silfri, það er ekki þannig. En hann blessar glaðan gjafara. Hvort sem að það er í peningum, hvort sem það er tími, hvort sem að það er kærleikur, allt sem við gefum frá okkur, fáum við margfalt tilbaka. Það er posi hér aftast og við látum bara þetta útganga. Jesus við þig lofum og þér lútum við lyftum höndum okkar og við upphefjum þinn nafn. Jesus við þig lofum og þér lútum við lyftum höndum okkar og við
stórkostleg, enginn jafnast á við þig. Enginn jafnast á við þig, þú mikilleg, máttaverk þín stórkostleg, enginn jafnast á við þig. Enginn jafnast á við þig. Jesús þið Við lofum og þér lútum, við lyftum höndum okkar og við upphefjum þig nafn. Jesús við lofum og þér lútum, við lyftum höndum okkar og við upphefjum þig nafn. Mikið máttaverk þín stórkostleg, enginn jafnast á við þig. Enginn jafnast á við þig, þú mikilleg, máttaverk þín stórkostleg, enginn jafnast á við þig. Enginn jafnast á við þig. Stórkostlega hópi, gott klapp, tónlistarfólkin okkar, magnað fólk. Við erum svo rífandi stolt af ykkur.